FTMA spennandi nýtt verkefni, samfjármagnað af framkvæmdastjórn Evrópusambandsins, í gegnum Erasmus-áætlunina. 8 samstarfsaðilar undir forystu Aprika hafa þróað stafrænt efni og verkfæri til að undirbúa og fylgja nemendum og þáttakendum í þverfaglegri alþjóðlegri hreyfanleika í COVID-heimi. Fyrst hefur FTMA teymið hanna fjölformata snjallsímaforrit með sérhannaðar lausnir fyrir allstaðar sem þáttakendur gætu mætt á meðan á hreyfanleika þeirra stendur. Í öðru lagi kennsluleiðbeiningar fyrir kennara notkun FTMA snjallsímaforritsins og undirbúning fyrir hreyfanleika með því að nota FTMA gagnvirku námskeiðin. Í þriðja lagi höfum við framleitt 5 sjálfstæð, gagnvirk námskeið með breytilegum aðgangi til að undirbúa nemendur til að taka örugglega þátt í alþjóðlegum hreyfanleika með sjálfstrausti. Fyrsta námskeiði fjallar að setja markmið og væntingar fyrir hreyfanleikan. Annað námskeiði einbeitir sér að 5 lykilstafrænum hæfni sem eru sérstaklega viðeigandi þegar undirbúið fyrir og tekið þátt í alþjóðlegum hreyfanleika. Þriðja námskeiði fjallar að ferðast með sjálfstrausti með því að nota FTMA Personal Transnational Mobility Assistance appið. Fjórða námskeiði einbeitir sér að því að undirbúa sig fyrir hreyfanleikan, undirbúning, örugga ferðalög og virðingu fyrir umhverfinu. Lokanámskeiði fjallar menningarlegar íhugunar og skipulagningu fyrir áfangastaðinn og eða gestafyrirtækið. Öll úrræði og efni eru fáanleg á 8 tungumálum frá FTMA Community of Practice á Opal vettvanginum, FTMA Facebook og LinkedIn síðum, FTMA YouTube rásinni og auðvitað FTMA vefsíðunni. Áhrif FTMA verkefnisins eru þegar farin að koma fram á nokkrum sviðum. Að hafa Personal Mobility Assistance appið tiltækt á öllum tímum leiðir til aukins sjálfstrausts, hvatningar og undirbúnings fyrir allar tegundir hreyfanleika. Þetta leiðir aftur á móti til aukins fjölda tækifæra fyrir ungt fólk til að taka þátt í alþjóðlegum hreyfanleika og mun jákvæðari afstöðu til ESB og evrópskra sjálfsmyndar. Áhersla okkar á sjálfbæra þróun og aukna vitund kolefnisspor leiðir til jákvæðra lífsbreytinga til að vernda umhverfið. Irene Karatelli sagði að alþjóðlegu hreyfanleiki tækifæri til að endurhugsa Evrópu í gegnum samstarf, menntun og skiptinám. FTMA verkefnið hefur lagt verulegt framlag til þessa ferlis.